Það sýna hér þann möguleika sem að kerfi gefur til að kostnaðargreina og halda utan um alla kostnaðartengt þrjónum. Til þess að setja þetta upp þá þarf að fara hérna í Settings og fara hér í More og Cleaning. Hérna getið þið ákveða raunlega grunnhlutina, það er að segja hvað þið ætlið að rukka fyrir ákveðna þjónustu, það er að segja hvað þið ætlið að rukka fyrir 100% þrif, 80% þrif og 50% þrif. Eins getið þið verðlagt þetta svokallaða tékk og síðan er mjög nauðsynlegt og gott að setja raunlega hversu langan tíma þið áætlað að myndi taka að þrífa viðkomandi rými. Og þetta er allt gögn sem við notum síðan þegar við förum að raða á vaktir. Nú erum við búin að setja upp í þessa íbúð 102 ákveðna kostnaðarliði og nú skal ég sýna ykkur hvað gerist þegar hún er þrifin. Og nú er ég reynilega starfsmaður hérna. Ég fer inn í íbúðina, skanna hérna kóðan sem er upp í ykkur staðar og þarna kemur beint inn í íbúðina og beint inn á verkefni sem ég þarf að takast á við. Íbúð 102, hún er 100% óþrifin og ég þarf að byrja. Og ég byrja að fyrsta sem ég geri, það er að smella á start og nú er ég farin að þrífa og tek með þann tíma sem þarf í það. Þetta verður fjólublátt og hér verður fjólublátt, gefur til kynna að það sé ykkur að störfum í viðkomandi rými. Nú gefum okkur það að ég sem starfsmaður hérna, ég sé búinn að framkvæma það sem ég þarf að gera og þá smelli ég hér á til að staðfesta, smelli hérna á myndavélartakan og tek mynd af viðkomandi rými, eina mynd, 2 myndir, 10 myndir, allt eftir því hvað mér hefur verið fyrirskipað að gera og staðfestað með mynd og þetta syngast allt inn og hér sé þetta koma upp í yfirlitunni hjá verkstjóranum. Ég fæ hérna mynd upp, ég get klikkað á hana og skrifa ykkur skilaboð og allt það. En ég ætla núna að sýna ykkur það, minnið því að við vorum búin að verðleggja þetta hérna. Og ég ætla að sýna ykkur það að nú hefur raunlega kostnaðurinn reikningsfærst á ákveðna íbúð, það sem við vorum búin að verðleggja og ég ætla að sýna ykkur það hér. Og til þess að kalla það fram getum við smellt hérna á Service. Smellum á það og þá sjáum við strax. Þetta er búið að reikningsfæra hérna og þetta er unnið á HPP og þetta hefur tekið 2 mínútur. Þetta hefur verið 100% þrifið og þetta er dagsetningin sem var þrifin. Ég get sýnt ykkur hérna alveg yfirlit sem er í notkun. Hér getum við séð yfirlit fyrir hótel sem hefur verið með þetta kerfi í rekstri í ykkur 7-8 ár og þá smelli ég bara hérna á þennan hnapp hér og við viljum taka síðasta uppgjörið frá 25. mars til 24. apríl og hérna kemur þetta upp í 1 með 2 klikkum. Samtals hefur verið þarna reikningsfært 1,5 milljónir fyrir þessi þrif og hér er þetta allt sundurliðað. Hérna eru þrifin hafi verið gerð á öllum stúdíuíbúðunum og svo koll af kolli. Hérna kemur nákvæmt yfirlit bæði fyrir ykkur sem eru rekstraraðilar að kaupa þjónustu frá þrifafyrirtæki og eins fyrir þrifafyrirtæki sem er að þjónusta og gerir reikning. Þá er þetta mjög einfalt hér uppsett og hér getum við searchað út alla hluti. Hér getum við til dæmis bara tekið það sem kostnaðurinn á þessari típu var. Við getum tekið þessa með og svo koll af kolli. Þetta er svona til þess að hafa 100% yfirlit yfir tekjuflæðinu tengt þrifunum.